Jæja, góðan daginn. Ég heiti Hrefna Pálsdóttir og starfa hjá Rannsóknum og greiningu sem staðsett í Háskólanum í Reykjavík. Ég ætla að kynna fyrir ykkur niðurstöður rannsókna sem gerðar voru meðal ungs fólks í framhaldsskóla og einnig meðal ungs fólks utan framhaldsskóla. Rannsóknar og greining leggur árlega fyrir ungt fólk rannsóknirnar og eiga gögn frá árinu 1992 fram til dagsins í dag. Rannsóknirnar eru gerðar meðal ungmenna á aldrinum 10 til 20 ára. Þá hafa verið gerðar 3 rannsóknir meðal ungmenna sem standa utan hans. Styrkleiki rannsóknarna er einkum sá að þetta eru þýðisrannsóknir með við 70 til 80% svarhlutfall. Fer eftir því hvort að þá við framhaldsskóla eða grunnskóla. Starfsfólk rannsóknargreiningar er í mjög nánu samstarfi við fólkið í feltinu og í hvert skipti sem að spurningalisti er í undirbúningi fáum við tillögur frá fólki sem að starfar að málefnum barna og ungmenna og vinnur að því markmiði að gera líf þeirra betra. Vegna þessara tengingar tekst okkur að fylgjast nokkuð vel með því sem er að gerast meðal barna og ungmenna og getum skoðað ákveðna þætti sem vekja athygli það skipti sérstaklega. Rannsóknin ungt fólk utan skóla var unnin árið 2016 í samstarfi við fjölmarga aðila. Rannsóknin var á sama skapi unnin á sama hátt og árið 2008 og sem fyrr var skilgreining hópsins sá að við vorum með þá sem eru aðallega í námi sem að hljóma nú kannski svolítið undarlega en það á við nám sem fellur ekki beint undir mennta- og menningarmálaráðuneytið. Þá erum við með hóp sem eru ungmenni aðalega í vinnu og loks þau sem eru hvorki í námi né vinnu. Ungmenni sem ræðir eru fædd árið 1997 til 2000. Að þessu sögðu þá langar maður að sýna ykkur þessa mynd en hún er hlutfallsleg skólaganga nemenda að hausti 2000 og fram til 2014. Bláa línan sýnir 16 ára nemendur sem að hefja nám að hausti. Eins og sjá má eru 95 til 96% ungmenna sem hefja nám í framhaldsskóla að hausti. 19 ára aldur er þetta hlutfall árið 70%. Ég ætla að sýna ykkur hérna fyrst mynd sem sýnir hlutfall grunnskólanemenda í 9. til 10. bekk sem eru oft eða nær alltaf með foreldur sínum utan skólatíma og virkumdögum. Eins og myndi sýnir þá hefur slík samveru aukist mikið og segjast nú 55% stelpna og 51% stráka eyða þetta miklum tíma með foreldur sínum. Þess má geta að rannsóknir hafa margoft leitt í ljós að aðhald, eftirlit, samvera, umhyggja og hlýja er partur af mikilvægri forvörn í lífi ungmenna. Að sama skapi sjáum við hér hlutfall nemenda í framhaldsskólum sem telja það eiga mjög eða frekar vel við þau að foreldrar þeirra viti hvar þau eru á kvöldin. Hér má sjá að 83% stelpna í framhaldsskólum telja að foreldrar sínir viti það en 71% stráka. Til samanburðar má sjá árið 2000 töldu 56% stúlkna foreldrar sína hafa þessa vitneskju en einungis 43% stráka. Þá má sjá á þessari mynd hlutfall framhaldsskólanema sem segja þeir eiga mjög eða frekar vel við þau að foreldrar þeirra viti með hverjum þau eru á kvöldin. 81% stelpna segja að slíkt eigi vel við þær en 66% stráka. Ef við lítum til ársins 2000 þá sjáum við að 46% stelpna töldu að slík vitneskja foreldra ætti vel við þær en einungis 35% stráka. Hlutfallslega færri strákar en stelpur telja foreldra sína hafa slíka vitneskju þá. Þá ætla ég í samanburð að sýna ykkur niðurstöðu fyrir einstaklinga utan skóla. Þeir einstaklingar sem eru í einhvers konar námi eru mun líklegri til að segja að það eigi mjög eða frekar vel við þá að foreldrar þeirra viti hvar þeir eru á kvöldin. Einungis 25% þeirra sem eru 18 ára og yngri og atvinnulaus telja foreldrar sína hafa slíka vitneskju ferðir þeirra. Þá má vekja athygli á því að aðhald og eftirlit þessara foreldra er talsvert meira árið 2016 þegar rannsóknin er unnin en árið 2009. Þá er það sjálfsmynd og líðan. Hér má sjá hlutfall framhaldsskólanema sem að segja andlega heilsu sínu góða eða mjög góða. Eins og myndin sýnir þá eru hlutfallslega færri sem telja andlega heilsu sína góða núna árið 2016 en árin á undan. Rauða línan sýnir hlutfall stelpna í framhaldsskólum
sem telja andlega heilsu sínu góða eða mjög góða. Myndin sýnir glögglega að talsvert færri stelpur meta andlega heilsu sínu góða eða mjög góða árið 2016 en árin á undan. Ef litið er til stráka, þá sýna niðurstöður að strákar meta heilsu sína einnig síðri árið 2016 en þeir gerðu árin á undan. Vert er að gefa þessum niðurstöðum gaum þar sem bæði kynin virðast meta það svo að andlegri heilsu þeirra fari hrakandi, en stelpur þó sérstaklega. Það er ljóst að einstaklingar sem eru utan skóla og þá sérstaklega í hópi atvinnulausra líður almennt verr. Sjálfsmyndin er lakari og það má greina talsverða aukningu í þáttum sem mæla slíka líðan milli áranna 2009 til 2016. Þessi ungmenni upplifa frekar að þau séu einmana og hafi engan til að tala við, en 68% 18 ára og eldri í hópi atvinnulausra telja stundum eða oft það eiga við sig að vera einmana. En það er 21% árið 2009. Svipaða aukningu má greina meðal nemenda í framhaldsskóla og þá sérstaklega meðal stelpna. Og hérna sjáu þið myndina sem sagt að upplifa stundum eða ofta hafa engan að tala við. Hlutfallslega aukningu má sjá í öllum hópum meðal þeirra ungmenna sem telja andlega heilsu sína slæma eða lélega. Að sama skapi er hlutfallslega lækkun meðal þeirra sem meta andlega heilsu sína góða eða mjög góða frá árinu 2004. Það eru fleiri stelpur en strákar sem meta andlega heilsu sína á þann hátt og þá má einnig greina hlutfallslega aukningu meðal þeirra ungmenna sem eru atvinnulaus og telja líkamlega heilsu sína lélega eða slæma. Þá má einnig greina hlutfallslega aukningu meðal þeirra ungmenna sem eru atvinnulaus og telja líkamlega heilsu sínu sæmilega eða lélega. Við mat á andlegri líðan eru meðal annars notaðir tveir kvarðar. Kvarðinn sem metur einkenni kvíða samanstendur af 3 atriðum en sá sem metur einkenni þunglyndis samanstendur af 9. Að meðaltali sýna myndirnar að stelpur og strákar sýna meiri einkenni kvíða og þunglyndis nú árið 2016. En þau hafa gert síðastliðin ár. Þá má sérstaklega beina sjónum að strákum og stelpum sem standa utan skóla. Það er línan sem þið sjáu þessa ljósbláu sem á við stúlkur sem standa utan skóla. Sömu þróun sjáum við í efri bekkjum grunnskóla og þó sérstaklega meðal stúlkna. Eins og myndirnar sýna glögglega þá eru einkenni kvíða og þunglyndis hærri meðal einstaklinga sem standa utan skóla og þó sérstaklega stúlkna. Hér sjáum við mynd yfir einkenni þunglyndis en svo á undan átti við kvíða. Hér má sjá hlutfall framhaldsskólanema á Íslandi sem hafa einu sinni eða oftar hugleitt að skaða sjálfa sig. Greint eftir kynferði og hlutfall þeirra sem hafa einu sinni eða oftar skaðað sig. Eins og myndin sýnir þá fer þeim fjölgandi þeim stúlkum sem hafa hugleitt slíkan verknað. Árið 2013 var hlutfalli 42% en 45% árið 2016. Þá má sjá hlutfall framhaldsskólanema á Íslandi sem hafa einu sinni eða oftar skaðað sjálfa sig greint eftir kynferði. Hér má sjá verulega aukningu í slíkri sjálfskaða hegðun meðal stúlkna. Árið 2013 voru þetta 19% stelpna en árið 2016 28%. Meðal drengja helst staðan nokkuð óbreytt. Og þessu ber að veita gaum því þetta eru frekar sláandi niðurstöður. Svefn er mikilvægur, það vitum við. Og samkvæmt viðmiðum frá embætti landlæknis þá þurfa unglingar 9 tíma óraskaðan svefn. Og það er vitað að lengd og gæði svefns hafa meðal annars áhrif á námsgetu og minni. Ef skoðaðar eru niðurstöður meðal framhaldsskólanema sem sofa 6 klukkustundir eða minna, þá eru hlutfallslega fleiri núna árið 2016 en fyrir 10 árum sem segjast sofa of lítið. Þannig að þetta eru 23% árið 2010 en 32% árið 2016. Við vitum margt, en það er margt sem við vitum ekki. Stóra spurningin er, hvað er það sem getur skýrt kvíða og þunglyndiseinkenni?
Það er erfitt að benda á eitthvað eitt sem veldur. Rannsóknir hafa þó sýnt að tengsl eru á milli mikillar samfélagsnotkunar, lítils svefns og aukinna kvíða og þunglyndiseinkenna. Þeir sem eyða meira en 6 klukkustundum á dag á samfélagsmiðlum sofa einnig minna. Þá sýna sömu rannsóknir að 40% þeirra stúlkna sem sofa minna en 6 klukkustundir á sólarhring eru taugaóstyrkar. En hvers vegna sýna þeir einstaklingar sem eru mikið á samfélagsmiðlum meiri einkenni kvíða og þunglyndiseinkenna en hinna sem eru þar minna? Þar getur möguleg skýring verið stanslaus félagslegur samanburður við glanslíf og glansmyndir annarra. Það er verið að bera sig saman við óraunhæfar myndir sem segja aldrei nema hálfa söguna. Og þá er einnig pressa að eiga alla hluti og viðurkenningin verður að koma strax. Það getur reynst erfitt og kvíðvænlegt að lifa í stöðugum samanburði við aðra. Þá má líka nefna álag í skólanum samanber styttingu framhaldsskólans. Það fylgir því mikið álag að vera í 10. bekk og ætla að komast inn í ákveðin framhaldsskóla, þurfa að standa sig. Svo þegar inn í framhaldsskólan er komið, þá er líka pressa að standa sig þar. Allt þetta og meira til getur spilað inn í verri líðan ungmenna okkar. Brottfall námi. Þegar ungmenni sem standa utan skóla voru spurð að því ástæðu þess sem að hvers vegna þau duttu út úr skóla, þá voru ástæður nefndar eins og lesblinda, athyglisbrestur, að leiðast í skóla, vanta vasapeninga og vímuefnaneysla. Eins og þessi mynd sýnir, þá sýnir hún niðurstöðu fyrir þá sem segja að lesblinda hafi skipt þar miklu máli. Strákar eru líka líklegri til að segja þeim semji illa við kennarana, á að kennarar hrósi þeim sjaldan. Það er kynjamunur líka í því að leiðast í skóla. Hér er athyglisbrestur. Og eins og þið sjáið þá eru þeir sem eru atvinnulausir að koma vest út þarna. Mér finnst leiðilegt að vera í skóla. Þarna sjáið þið að strákar, þið sjáið kynjamunin, að það eru frekar strákar sem svara því til að það eigi mjög eða frekar vel við þá að leiðast. Að vanta vasapening spila líka inn í og þarna koma stelpurnar reyndar örlítið hærri út. Það er mjög erfitt að vera efnalítill framhaldsskólanemi, kröfurnar að eiga allt eru miklar og það er ekkert námslánakerfi eða nokkuð annað sem heldur utan krakka í þessum aðstæðum eða getur hlaupið undir með þeim á nokkurn hátt. Þá ætlum ég að hlaupa í gegnum örfáar glærur sem að sýna vímuefnanotkun eða vímuefnaneyslu. Og ég ætla að byrja á flaggskipun okkar. Hér má sjá þróunina í vímuefnaneyslu meðal nemenda í 10. bekk. Myndir sýnu glögglega þann frábæra árangur sem náðst hefur meðal nemenda í grunnskóla á Íslandi. Ef við lítum til þeirra sem hafa orðið ölvaðir einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga, þá eru þetta 5% ungmenna árið 2016 en 42% árið 1998. Þess má geta að margt breytist við það að fara í framhaldsskóla. Við lok 10. bekkjar í febrúar árið 2016 voru 5% ungmenna sem sögðust hafa orðið ölvuð einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga. En í október 2016 var hlutfall 16 til 17 ára orðið 25%. Þá er það glæran sem sýnir daglega reykingar og eins og sjá má þá sögðust 21% framhaldsskólanema á landinu reykja þetta oft árið 2000 en einungis 5% árið 2016. Hlutfall framhaldsskólanema sem að segjast hafa orðið ölvuð einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga. Árið 2000 var þetta hlutfall 64% en nú árið 2016 38%. Að sama skapi segjast 46% framhaldsskólanema aldrei hafa orðið ölvuð. Þessi lína er upp á við. Þá sjáum við einstaklinga í skóla utan skóla til samanburðar og eins og myndin sýnir þá er talsverður munur á þeim einstaklingum sem eru í einhvers konar námi og þeim sem eru í vinnu eða atvinnulaus. Þeir eru talsvert líklegri að hafa orðið ölvaðir einu sinni eða oftar síðastliðna 30 daga.
sérstaklega þeir sem eru aðallega í vinnu. Hlutföll framhaldsskólanema á Íslandi sem hafa notað maríjúana einu sinni eða oftar ævina. Eins og myndin sýnir þá eru þetta helst strákar sem eru 18 ára eldri sem hafa prófað, en þeir eru þó hlutfallslega færri en áður. Þá er það örstutt samantekt í lokin. Við greinum í gögnum okkar minni vímuefnaneyslu meðal framhaldsskólanema. Aðhald og eftirlit foreldra hefur aukist, þar að þeir vita frekar með hverjum og hvar börnin þeirra á kvöldin. En það er verri líðan, kvíða og þunglyndiseinkenni hafa aukist og þá stendur kannski sérstaklega upp úr líðan líka ungmennan okkar sem standa utan skóla. Nemendur í framhaldsskóla og nemendur utan skóla meta andlega heilsu sína verri og við erum líka að sjá að það er of lítill svefn, bæði meðal grunnskóla og framhaldsskólanema. Takk fyrir.